ákaflega fjölbreytt flóran af hugbúnaði sem til fyrir stafræna myndvinnslu. Allt frá smáforritum sem eru lítið annað en safn af forstillingum sem hægt að velja á milli og nota á ljósmyndir sem maður tekur til dæmis á símann sinn, yfir í mun stærri og flóknari forrit sem að gefa fullkomið vald yfir því sem maður vill gera. Það er mjög mismunandi hversu mikið hugbúnaður til myndvinnslu kostar, allt frá því að vera algerlega frýr yfir í að kosta töluverðar fjárhæðir. Í þessu efni fer sýnikennslan að mestu fram í Adobe Photoshop hugbúnaðinum, útgáfu CS6, en það sem er farið yfir er mögulegt að gera að nánast öllu leyti og á sama hátt í eldri útgáfum hugbúnaðarins, svo sem CS4 eða CS5. Hugbúnaður eins og GIMP, sem er bæði opinn og frýr, ræður við þá hluti sem eru kynntir í þessu efni, sem og nethugbúnaðurinn Pixlr Editor, sem hægt er að nálgast í gegnum Vavra. En þessi tvö forrit líkja mjög eftir Photoshop og nota sömu hugtök og tákmyndir. Grunnatriði þess sem fjallað er í þessu efni er einnig að finna í Photoshop Touch fyrir spjaldtölvur sem er ótrúlega öflugur hugbúnaður. Þessi upptalning er sjálfsagt ekki tæmandi og breytingar eru tíðar. Hlutir færast til í notendaviðmóti auk þess sem hinnar ýmsu tegundir af tölvum hafa mismunandi eiginleika sem gefa færi á því að vinna hlutin á mismunandi hátt. Í þessu efni er áherslan fyrst og fremst á klassíska hluti í myndvinnslu, hugtök og aðferðir sem hafa verið í notkun sumar hverjar frá því fyrir tíma stafrænnar vinnslu og munu að öllum líkindum nýtast þeim sem að leggja þetta fyrir sig fyrirsjáanlega framtíð.